Herðu, þá það komið að neytendamálum. Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna, vertu velkominn. Takk. Ég veit ekki hvort það sé neytendamál en það var á forsíðu Moggans var könnun sem Samtök atvinnulífsins hafði gert, ef ég tók rétt eftir, vilja almennings til virkjana. Þetta neytendamál? Sko, kannski verð á orku til heimila neytendamál. Og verðið hefur núna hækkað 13% á einu ári, þar af 3% milli mánaða frá í ágústmánuði. Á rafmagni? Á rafmagni, já. Af hverju? Og þetta náttúrulega því að rauninni öll svo nýja orka sem hefur verið komið til, þær virkjanir sem hafa farið í gegn, reyndar mest smávirkjanir, hafa verið, sú orka, raforka hefur verið seld til Bitcoin verksmiðja og því líks iðnaðar. Og með því náttúrulega verið að búa til orkuskort í rauninni. Þá ég líka að nota þetta orða því það hefur verið að ofselja. Það er búið að selja meira á raforku heldur en kerfið annar og þess vegna verður orkufall. Og þetta náttúrulega bara alveg galið. En ég eldri en þú og mér minnir að það hafi verið svona dýll í íslensku samfélagi sem tengdist álverinu í Straumsvík. Að það var að við fengum held ég Marshall aðstoð til þess að byggja Búrfellsvirkjun og það var til þess að byggja svona stóra virkjun og það var einn stór kaupandi sem raunverulega fjármagnana til lengri tíma en þetta myndi tryggja okkur ódýrt og öruggt rafmagn. Ég bara það verður bara eitt af einkennum íslensks samfélags, ódýrt og öruggt rafmagn. Og það má ég segja það, sko, að þetta hafi verið dýllinn, samfélagssáttmáli að við fengjum raforku á því sem næst kostnaðarverði. Og við erum hjá Neytendasamtökunum, höfum ályktað þetta oft og iðulega og við erum með þá hugmynd að sett verði arðsemisþak á þann hluta raforku sem seldur til heimila. Heimilin nota bara 5% af þeirri orku sem notið á Íslandi. Og það ætti ekki að vera afgangsstærð, það ætti að vera innst inni. Ætti að vera forgangsstærð og ætti að vera með arðsemisþaki og við þekkjum það er lagðar þær skyldur á sveitarfélag að afhenda öllum heimilum í sveitarfélagi kalt vatn og með að taka af því 2% arðsemi. Það sömu sveitarfélög verða að afhenda að sjá til þess að heitt vatn sé afhent öllum heimilum og þar 7% arðsemisþak. Meira að segja á flutningi rafmagns 5% arðsemisþak og við þekkjum þetta er ekki bara sko þetta er ekki bara heimild heldur ber okkur skylda til þess í alþjóðlegum skuldbindingum. Í fyrsta orkupakkanum segir bara að aðildarríki skulu tryggja að allir viðskiptavinir sem kaupa til heimilisnota þeir fái rétt á alþjónustu, þar að segja orku af tilteknum gæðum á sanngjörnu verði sem auðveldlega og greinilega samanburðarhæft. Þetta gildir ekki hér. Og án mismunar. Þetta gildir ekki hér. Þetta gildir ekki hér. Í allri Evrópu búið að setja þak á orkukosta, það gas þar inni falið. Til heimila. Það búið að setja nokkurs konar þak á sömu orkusölu til heimila í Bretlandi. Fari orka yfir ákveðið verð, þá sett windfall skattur sem nemur 80%. Þannig að orkufyrirtækin ekkert að selja á hærra verði. En hér á Íslandi á eftir, skulum við segja, á eftir að setja þessi lög. En hvar kemur þessi hækkun, þessi 13% hækkun, því að maður sér það í auglýsingatímum þegar maður rekst á sjónvarp að þá alltaf verið að einhver orkufyrirtæki, allir byrja að selja orku einhvern veginn, bara olíufélögin og hinn og þessi byrja að selja orku, hvort ekki bara símafyrirtæki eitthvað, ég bara hættur að skilja þetta. En þetta myndum að halda, já, þannig komin gríðarleg samkeppni, þannig að verðið fer niður. En það gerði það tíma, en núna komin milliliðir á markað, svona markaðsaðilar, það sem fyrirtæki geta keypt orku fram í tíman. Ég get til dæmis keypt alla þá orku ef ég væri fyrirtæki geta keypt orku til dæmis í desember.
segjum svo að ég, og þetta gerðist í Noregi, að menn fóru að spekulera og í þessari spekulásjón Enron var í þessu í Kaliforníu en sko þeir bjó til þar bara orkukreppu í Kaliforníu algjörlega sama í Noregi, menn fjórfölduðu, fimmfölduðu raforkuverð til heimila á nokkrum mánuðum í kjölfar innrása Rússa inn í Úkraínu og menn sáu þar einhverjir markaðsspekulantar sáu sér leik á borði og keyptu upp þá orku og svo byðu þeir bara og seldu hana síðan þegar hún var búin að hækka í verði og það hefur komið í ljós að það voru ekki raforku framleiðendurnir sem voru að fá hærra verð fyrir orkuna, heldur voru það milliliðirnir sem þannig að við segjum að raforka ekki eins og hver önnur markaðsvara. En það ekki hugmyndin á bak við þessu orkupakka að það einmitt að vera að markaðurinn einhvern veginn veiði alltaf til besta verðs? En með þessar undantekningu, það bara hér, þú segir bara í 3. grein fyrsta orkupakkans að það verði að tryggja neytendum, heimilum og reynda litlum fyrirtækjum vel skilgreind líka þar inn í á sanngjarnu gegnsæju verði og við segjum að sanngjarnt gegnsætt verð það hlýtur að vera þá með einhverju sanngjarnu arðsemisálagi eins og þetta sem á vatni, heitu vatni og flutningi rafmagns og síðan þegar það búið og við segjum að á sama tíma afstaða braskarans og neytandans hvað sanngjarnt mjög ólík. Nei, þar kemur náttúrulega þá ríkið inn í eins og í heitu vatni það sem ríkið segir að það sé 7% og köldu vatni sé 2% og einhvers staðar þar á milli væri kannski og við hljótum að líka ná samfélagslegri sátt þær virkjanir sem þarf að fara í ef að þær virkjanir sem farið verður í séu skildaðar til að láta 5%. Við erum ekki að tala um stóran hluta á því sem næst kostnaðarverði. Það má alveg vera smá örlítið taknaður. Það er eðlilegt. Ekki svo mikið. Svo með að braska í Bitcoin. Já, svo með að braska með hinn 95%. Og það er bara, en málið staðan í dag er svo að heimilin í landinu að keppa við Bitcoin-verksmiðjunar bæði að fá afhent rafmagnið en líka í verði. Og við viljum láta setja afhendingar öryggi til heimila en líka verð öryggi og það verður að setja einhvers konar þak eins og gert í öllum nágrannalöndum okkar. Þannig að núna munurinn á því að vorum að vísa í söguna að uppbyggingu innviða á Íslandi sem Landsvirkjun sem er rafmagn á landsvísu en svo var náttúrulega til líka rafmagnsveita Reykjavíkur sem Reykvíkingar byggðu upp sitt rafmagn og svo var það selt almenningi. En núna ekki bara komið þarna N1 og þessi sem að selja mér orkusalan eða hvað það heitir. Það er mjög gaman að hvað þið gera við rafmagnið sitt. Heldur líka komin annar milliliður á milli þeirra og orkuframleiðandana sem eru með svona framvirka spákaupmennsku að það sé sniðugt núna að kaupa kannski verði í desember til þess að geta kannski skrúað að pínlítu upp. Nákvæmlega. Það engar hömlur á þessu? Nei, það er engar hömlur á því og núna er stefnan að allt rafmagn skuli fara á þennan markað og að þar skuli verð myndast og það er bara engin leið fyrir Jón Jónsson út í bæ að keppa við risa fyrirtæki út í heimi hvorki afhendingu á rafmagni nýja verð og þess vegna verðum við að setja einhvers konar samfélagslegar reglur og komast að einhvers konar samfélagssátt að orkan það er nógu erfitt að búa á Íslandi og við höfum alltaf stært okkur á því að vera með heitt vatn, ódýrt heitt vatn og ódýrt kalt vatn og ódýrt rafmagn og við hljótum að ná samfélagslegri sátt það að svo verði áfram. Já. Og manni finnst það að vera hlýtt í íslenskum húsum og göturnar vel lýstar í skammdeginu og það sé bara hluti af... Og líka það að það sé að heimilin sjá hagsinn í því að fara út í orkuskiptin að kaupa, að fá sér rafmagnsbíla og nota rafmagn og við, eins og ég segi íslensk heimili nota ekkert stóran hluta af því rafmagni sem framleitt þetta er bara 5%. Og almenningur á auðlindunar? Já, eiginlega horfa á þetta sem einhvers konar afgjald af notkun á auðlindunum, hvort sem það er vindur eða vatn eða jarðorka. Hér sé ódýrt rafmagn. En af hverju eru neytendasamtökin þetta ekki að vera, ég man það fráfarandi
orkustjóri var að ræða þetta og taldi að verið slys að ekki hefði náðst frumvarp í gegnum síðustu áramót. Þannig að hún hefur svolítið verið að benda á þetta. Já. Við reyndar lögumst mjög hart gegn því frumvarpi af því að það átti að tryggja öryggi. En það átti ekki að tryggja verð og við segjum það að þegar að þú tryggir afhendingar öryggi án þess að tryggja verð, það býður bara hættinu heima því þá hægt að ýta upp verðinu alveg endalaust og það ekkert afhendingar öryggi í því að þú hefur ekkert efni á að kaupa raforkuna. Þannig að þetta verður að almenn skynsemi segir bara að afhendingar öryggi og verðöryggi verður að haldast í hendur. Ég spyr aftur, af hverju neytendasamtökin með þetta sjónarmið? Með þetta sjónarmið sem manni finnst þetta að vera bara í verkalýðshreyfingunni, í öðru hvorum stjórnmálaflokki og... Þetta er náttúrulega út frá verðinu að við erum að sjá þessa gífurlega hækkun á raforku og við spáðum þessu fyrir áramót. Stjórn Neytendasamtaka ályktaði í desember í fyrra að það yrði að tryggja verðöryggi á sama tíma og afhendingaröryggi væri tryggt og þess vegna út frá sko bara almennu neytendasjónarmið út frá verðsjónarmið þá er þetta náttúrulega neytendamál að við þurfum öll að nota rafmagn við þurfum öll að nota heitt og kalt vatn. Ég er ekki hvort yfir að þið séu með þetta, ég er eiginlega að furða mig á því að það sé ekki fleiri sem eru með þessa áhrif. Ég vona það að okkur berist liðsauki núna á næstunni og að fleiri hoppi á vagnin og enda er þetta bæði þjóðþrifamál og líka almenn skynsemi. Og líka stríðir svona gegn því sem að við kannski teljum að sé eitthvað svona samfélagssáttmáli. Nákvæmlega. Herðu, ég sá eitt stundum kíkja inn á Facebook og ég sá hann Egill Helgason hafði stoppað einhvers staðar og verið að skoða, ég með einhver foss held ég, einhvers staðar norður í landi. Svo veit hann ekki annað en að allt í einu bara ding, dettur inn í heimabankann hans rukkun frá einhverju fyrirbrigði sem heitir sannir landvættir. Sem ætti náttúrulega að heita sannar landvættir af því landvættir eru kvenkyn, en það heita einhverju hluta vegna sannir landvættir. Já, þetta það virðist vera komið einhvers konar brostið á einhvers konar gullæði í bílastæðamálum. Ekki bara út á landi, heldur líka hér í borginni. Það er eitt sem er ekstra á Hverfisgötunni, því ég bý á Hverfisgötunni. Það er eitthvað svona, eitthvað skilti og ég skil ekki hvað það er verið að segja mér. Það er verið að segja mér að ég megi bara ekki staldra hana við og þá verið rukkaður. Það er mjög, ég þekki það nú ekki til þeirra dæmi ekki, en þetta er mjög misjafnt og mjög misjafna reglur sem er gilda. Til dæmis að þú ferð undir Hörpu og keyrir aðeins svo langt þá ertu komin í eitthvað annað fyrirtæki og ef þú leggur þar og borgar vitleysu við aðila þá ertu bara komin í hringavitleysu. Það er svo margt í þessu sem er skoðunarvert og við erum með núna í þarnæstu viku kemur út Neytendablaðið nýtt og þar erum við með allsherjar úttekt á þessu. Við höfum bent á það að eitt er það þegar þú leggur í stæði þá má ég segja að þú gangir í einhvers konar samband eða viðskiptasamband eða samkomulag við eiganda stæðisins. Óaðvitandi stundum. Já, en gott að þú verður þá að vita hverjir skilmálarnir eru og það verður þá að vera mjög skýrt af hendi þess sem er að innheimta gjald fyrir bílastæði og svo verður að taka til þess að samningsskilmálarnir mega ekki vera ósanngjarnir, það er bara samkvæmt lögum, þá verður þeir að vera sanngjarnir. Þetta verður að vera skýrt en svo má líka benda á það að við erum með innheimtulög að brjótur gegn samkomulaginu ef þú gleymir að greiða á réttum tíma þá erum við með innheimtulög sem segja til að þú megir leggja á dráttarvexti. En við höfum verið að sjá vanskilagjald sem við höfum ekki séð síðan bara við vorum í smálánabaráttunni fyrir nokkrum missinum að margfaldast upphæðin í einu vetfangi og þetta teljum við ganga í berhögg við lög. Við höfum úrskurð danska umboðsmann skuldara, umboðsmann neytenda því þeir eru í svipuðu dæmi. Þetta er ástæðan fyrir öllum þessu gullgrafara æði í bílastæðamálum er náttúrulega að það er komin upp sem áður þú þurftir að vera með tíkalla mæli við hvert einastu stæði. Það var tiltölulega dýrt, þurftir að hirða það upp en núna er þetta bara allt í gegnum app
og á að vera lítið mál. En danski umboðsmaður skuldarar sko, maður hefði alveg getað séð fyrir sig að þetta væri bara rekið á bílastæðasjóði eða eitthvað þess. Já, þú ert náttúrulega með alls konar eignir. Ef þú ert til dæmis með 8 lóð þá þarf það ekki að láta bílastæðasjóð sjá það. Það er til dæmis það fyrirkomulega gæti verið. Þú getur bara lagt það inn í bílastæðasjóð. Til dæmis. Ekki bara gjald þar. Til dæmis. Það er ekkert fráleitt í venjulegu samfélagi. En við erum svolítið í villta vesturinu núna með þetta og við eigum eftir að komast að einhvers konar niðurstöðu í samfélaginu hvernig við viljum haga þessu og þetta er náttúrulega eins og þú segir sko, þetta eru fleiri fyrirtæki, fleiri hinga og þanga og þau eru innheimta og það sem danski umboðsmaður neytenda komst að var að þessi innheimta, þetta vanskilagjald vangreiðslugjald, það ætti að heyra undir innheimtulög og væri óheimilt að hafa það eins hátt og menn hafa verið og við höfum séð, ég veit nú ekki til fellið Egils Helgasonar en við höfum séð sko alltaf sko 7.500 króna vangreiðslugjald sem er langt umfram það sem gengur og gerist langt umfram það sem lög heimila í lögum innheimtu. Og svo kannski borgar fólk ekki að því að dettur inn einhver rukkun inn í heimabankan og þú veist ekki hvað þetta er. Kannast ekkert við að stunda viðskipti þetta fyrirtæki? Það er einmitt annað og það er mjög erfitt að eiga í samskiptum við þessi fyrirtæki oft og mjög erfitt að leita einhverja leiða. Þannig að það þarf og ég veit að Neytendastofa er með 11 eða 12 svona mál til umfjöllunar og ég vona bara í framhaldinu verður settar einhvers konar reglur þannig að þetta verði nú ekki svona eins og Ég lenti í svona talandi eiga samskipti, þá var eitthvað af þessu fyrirtækjum sem voru á bara venjulegum bílastæðum í Reykjavík, eitthvað svona app og ég hafði fengið mig það niður af því það bara til þess að geta lagt og svo nota ég bíla heila ekki neitt sko. Þannig allt í nú dettur inn eitthvað held ég minnið að vera 350 krónur frá þessu fyrirtæki og ég reyna að finna upp að þá kemur í ljós að þetta er sænskt fyrirtæki gekk mjög erfiðlega með að ná okkur sambandi við það að þá er þetta þannig að þeir rukka ef ég nota ekki þannig ef ég hefði notað þetta þá, en af því að ég notaði ekki þá kemur eitthvað svona mánaðargjald yfir að vera með appið og ég lærði það sem ungur blaðamaður af Jóni Oddsinni heitnum lögmanni að vera bara með fulla hörku í svona þannig ég skrifaði bréf til ríkissaksóknara og kærði þá til tilnefnd til fjárdráttar með afriti á dómsmálaráður og borgarstjóra og eitthvað fleira og losnaði þannig við viðskipti við þetta fyrirtæki en ég fór að velta fyrir mér hvernig stendur á því að sko borgin leyfir svona fyrirtæki að vera með viðskipti með bílastæðin sem er með svona furðulega viðskipti Nákvæmlega, það er annað líka sem kemur að þá skipulags yfirvöldum og sérilagi út af landi að það er ekki bara hægt að setja upp eitthvað app og eitthvað skilti og segja, heyrðu, allir borgi mér það verður að þá vera á skipulagi þá heimil til atvinnustarfsemi það þarf að vera heimil til og það þarf að þá vera einhver þjónusta líka bæði það einhvers konar myndi maður ætla aðstaða fyrir þann sem er að koma og leggja í stæðið eða á svæðinu og líka svo þjónusta skýrt og líka að fólk geti sko leitað einhver til þess að kvarta því við erum að fá í hverri viku fleiri svona mál sem varða bílastæða æði sem ríður yfir. Já, þess vegna endi ég þetta bílastæði þarna fyrir utan Extra á Hverfisgötunni þarna í gamla fjósinu því ég skil ekki þegar ég missi oft þolinmæðina þegar frammi fyrir svona eyðublöðum einhvern veginn en ég skil ekki sko ætlar að rukka alla sem farin í búðina bílastæði, ég bara skil það ég skil ekki sko skilabóðin sem eru þarna. Herðu, ný lög shrinkflation í Frakklandi. Já. Frakkandir eru svolítið oft góðir í svona lagasetningu. Þeir eru beita búðir miklum aga til þess með matarsóun og annað slíkt. En hvað er þetta? Shrinkflation eða magnskerðing, það er þegar að framleiðendur minnka magn vöru. Við höfum dæmi Toblerone sem jók bilið á milli toppana í Toblerone og urðu svo reyndar fyrir miklu aðkasti neytenda og hætti því en við erum með til dæmis ekstra tyggjó það sem áður voru 25 tyggjó í hverjum pakka en eru núna 21 sama verð
og fleiri dæmi hérna magnskerðingu og sér í lagi í sælgætis í sælgæti. Og hvernig nær almannavaldið í Frakklandi utan þetta? Þeir bara skylda allar búðir sem eru yfir ákveðinni stærð svona stórmarkaði til þess að merkja það í 3 mánuði eftir að vara hefur verið skert. Hafi magn minnkað þá þarf að merkja það með skýrum svona appelsínugulum merkjum að varan hafi verið merkt. En ef að segjum ég veit ekki hvað þú þekkir þetta í hörgul, en segjum að ég væri ekstra og myndi fækka niður í 21 en lækka verðið, þá þarf ekki að gera það. Nei, það er ekki, ef það er til samræmis við, ef það er samsvarandi lækkun á verðið og þá þarf ekki að gera það. Ef það er svona verið að minnka magnið en halda sama verði, að þá eru 3 mánuðir og það er eitthvað fælingamáttur í þessu líka. Það er náttúrulega fælingamáttur og líka bara að upplýsa neytendur og neytendur eiga náttúrulega alltaf skiljusan rétt á að vera upplýstir og það sem þeir eru að kaupa. Því að þetta í raun og veru falin verðbólga að ef þú ætlar að kaupa ákveðið magn af einhverju vöru þá allt í hún umbúðurnar eru minna tangrím í túfunni. Já, nákvæmlega. Og þetta er náttúrulega svona verðbólga sem ekki mælist í neinum verðbólgumælingum. Ég nefndi þetta því að fyrir einhverjum árum að það var mikið verið að tala matarsóun og fleira og hvar hún ætti sér stað og fleira, þá settu Frakkar lög. Sérstaklega miklu harðari á stórmarkaðina og það er bara kultúrist hjá þeim að þeir eru náttúrulega með sitt eigið svona sérstaka matadreifingakerfi sem er annars konar, svona eldra, svo eru með þessa stórmarkaði en það var harri kvaður á þeim. Og þá var það þannig að hver stórmarkaður hann varð að gera samning við góðgerðarfélög að taka sérst matinn sem að gekk af, svo væri þetta að endurdreifa honum til oftast fátakra eða eitthvað svoleiðis, þannig mætti ekki eyðileggja eða henda mat eða hella klóri við mat eins og hefur verið gert til þess að hindra það að fullkomlega boðlegur matur farið til fólks. Og síðan ef að þau voru staðin að þessu þá ég kann ekki tölunar ennþá en sko refsingarnar það voru kannski á svona skala kannski Hagkaups eða Bónus voru bara 20 milljónir og svo bara mánuði seinna sko 40 milljónir og það var ótrúlega harðar aðgerðir til þess að stoppa þetta sem er náttúrulega fáránlegt mein í samfélaginu að sem verið að henda mat og er náttúrulega sumriti gert til þess að halda upp í verði. Einmitt. Og eða þá að það er í kerfinu er einhver svona gríðarleg sóun en síðan við sem neytendur láttir að borga kannski 30% hærra verð til þess að fóðra eitthvað klúður í einhverju dreifingu eða það að allar gulrætur þurfa að vera sömu stærða því að það er einhver spekulant sem hefur reiknað það út en það er náttúrulega kostnaðurinn á þessu sóunarkerfi leggst bara á okkur. Alltaf á endanum. Herðu, en þið hafið verið með stór mál í gangi. Þeir eru með þeir eru náttúrulega í langri deilu eða baráttu gegn smálána. Já, það eiginlega svona eitt af því fyrsta sem ég lét mig varða fyrir 6 árum þegar ég tók við sem formaður hjá Neytendasamtökunum. Það var baráttan gegn ólöglegum smálánum. Og hún var nú löng og ströng og tók marga óvænta sveigjur og beygjur og það var mörg lög sem þurfti að fletta ofan af og fyrirtækin breyttu sér og fóru til Danmerkur eða ekki á tímabili og út allt. Þóttist vera dönsk og alls konar og svo stemdu þau bæði Neytendasamtökunum og mér persónulega fyrir meiðyrði og unnu það í héraði en ég var sýknaður í Landsrétti. Þannig að ég má segja að mér hafi þótt þessi fyrirtæki vera glæpafyrirtæki. Og vottorð upp á það? Ég með vottorð upp á það og við vorum að taka saman þessa baráttu og vorum að birta langa samantekt á netinu hjá okkur bara svona til þess að við gleymum þess ekki til þess að við getum dregið lærdóm af þessu og svo eru þarna margt sem ennþá stendur út af eins og til dæmis að innheimtulögin þarf að algjörlega taka í gegn og endur skrifa. Það er ekkert eftirlit með innheimtustarfsemi lögmanna eða fyrirtæki í eigu eins lögmanns og í skjóli þess gat lögmaður innheimt fyrir þessi glæpafyrirtæki að nánast eins og honum sýndist og síðan var það þannig að
þegar hann var veitt áminninga frá lögmannafélaginu þá bara stemdi hann skjólstæðingi Neytendasamtakanna og fekk, sem ekki tók til varna því málið var honum ekki skylt og fekk bara þá niðurfellda þessa áminningu. Það er bara alveg galið sko. Og lögmannafélagið vildi ekkert eða gat ekkert eða taldi sig ekkert geta gert neitt eða vildi ekki einu sinni taka til varna. Þannig að þetta þarf að vera en sko stóru fyrirtækin, innheimtufyrirtækin, þau lúta þurfa starfsleyfi frá fjármálaeftirlitinu og lúta eftirliti fjármálaeftirlitsins og það er eitthvað sem öll innheimta þarf að gera sko. Það þýðir ekki að undanskilja einhverjum hundum á fátækasta fólk á Íslandi. Og við erum með dæmi núna að stóru innheimtufyrirtæki séu með undirverktaka sem eru þá fyrirtæki í eigu eins lögmanns sem eru svona innheimta fyrir sig þessar sko kröfur sem eru svona á myndum að kalla væntanlega sem þær vilja ekki gera þessar stóru innheimtufyrirtæki vilja ekki gera sjálfur. Þannig að það er líka kallar á svona einmitt endurskoðun. Þannig að fátæka fólkið sem neyðist til að taka smálán og það er þannig að þú tekur ekki lán á þessum kjörum nema þú hafi ekkert annað að leita. Þetta er bara baráttunum að eiga fyrir mat eða einhverju. Þetta er eitthvað svona dæmi að eins og stundum er verið að draga upp að þessi fólk sem er einhvern veginn bara ræður ekki við sig og er alltaf að versla og sjálfsagt tilsviðsdæmi en það eru, ég held að meginþórinn er bara að reyna að lifa af með einhverjum hætti. Stundum fólk sem er í einhverjum vandræðum. En það er engin vernd fyrir þetta fólk að þegar þessi lán eru komin í vanskil að þá getur einhver svona lögfræðingur bara nánast eins og gerist í þessu dæmi eða þessum dæmum þá eru sendar sko löginnheimtu bréf og rukkað sko fleiri þúsundir og jafnvel tugir þúsunda fyrir hvert einasta bréf og kostnaður var fljótt komin upp í sko algjörlega stærðfræðilegar upphæðir sko. Annað mál sem að þið eru með það eru, hvað er að kalla, vaxtamálið? Sem hefði ýmist vinnið eða tapið? Já, það er nú bæði, sko, við stöndum í 6 dómsmálum gegn bönkunum 3. Það er einhverja niðurstöðu komnar? Og það er einhverja niðurstöðu komnar í héraði. Og við höfum... Það eru misvísandi? Já, það eru það. Er það vegna þess að málin eru ólík eða er það bara mat dómarana er ólíkt? Sko, við völdum þessi 6 mál með það fyrir augum að fá svona víðtækasta svona ljós á hvernig málin lægju sko, fyrir sem flesta sko. Og þetta snýst það að bankarnir þeir breyta skilmálum? Nei, þetta snýst skilmála breytilegra vaxta, þeir breyta vöxtunum og við teljum þá ekki bankana ekki breyta vöxtunum á löglegan hátt. Og ef þú ætlar að vera með svona breytileika í skilmálum vexti þá þarf að vera eitthvað skýrt hvernig við hvaða aðstæður og hvernig þeir breytist. Það er ekki bara þú sem ákveður á ég að geta sem lántakandi séð fyrir mér að því að neysluvísitalinn hækkaði svona eða lækkaði svona þá má ég reikna með þetta verði svona en það virðist ekki vera að sá taktur hjá bönkunum. Í skilmálum bankana er orðfæri eins og ávöxtunar krafa á markaði, arðsemiskrafa eigenda og svo framvegis meðal annars og þannig að það er bara alls ekki skýrt hvernig hvernig vigtar arðsemiskrafan, hvernig vigtar hitt og þetta þannig að við teljum það að vera ólöglegt og í 2 málum og þetta er aðalega, kannski má skipta þessum málum í 2. Annars vegar mál með lán sem hafa verið tekin fyrir 2017 þá gengur við gildi ný lögum fasteignalán til neytenda og lán sem voru tekin fyrir og eftir það. Og þau lán sem voru tekin eftir það þeim málum var vísað til EFTA-dómstólsins og hann var algjörlega sammála okkur og núna bíður bara héraðsdóms bæði í Reykjanesi í tilfelli Íslandsbanka og Reykjavíkur í tilfelli Landsbankans að úrskurða aðalmálsmeðferð verður í núna í haust vonandi, það er ekki kominar dagsetningar ennþá á því og innan 4 vikna frá aðalmeðferð þá er að vænta niðurstöðu eða dóms í því
og að öllum líkindum verður því áfrýjað og við erum að vonast til þess að bara að fá áfrýjað þessu beint til Hæstaréttar af því þetta varðar svo marga og svo háar upphæðir. Bara í hálfsársuppgjörum bankana þá gera þeir ráð fyrir sjálfir að þetta muni kosta þá 43,5 milljarð króna. Við teljum reyndar að neytendur eigi rétt á mun hærri upphæðum í endurgreiðslu, en þeir eru væntanlega að róa því öllum árum að sem mest af þessari upphæð fyrnist. Og þess vegna hvetjum við alla lántaka að leita réttarsins til þess að slíta fyrningu, að því að bankanum muni tefja málið eins og geta. Það getur gert með annarkvort að skjóta málunni til kærunefndar eða fá lögfræðingi í málið. Við erum með allar upplýsingar þetta. Þetta tiltölulega einföld skref á vaxtamálið.is. En það bara passa það að mitt mál fyrnist ekki, að ég hefji eitthvað svona... Hefjir aðgerðir og tilkynir á sannarlegan hátt bankanum það og það allar upplýsingar þetta á vaxtamálið.is. Þessi mál eru bara 6 einstaklingar, ekki? Jú. Þetta ekki hópmálsókn. Nei, það nú annað í þessu. Þannig að niðurstaðan gæti verið svo eins og þarna var það ekki í olíumálinu, þar sem var einhver einn maður sem hafði geymt alla kvittanir og hann fekk borgað tilbaka eitthvað 30.000 skall eða eitthvað. En þrátt fyrir að væri augljóst að olíufélögin hefði verið að svindla á neytendum marga milljarða og 10 milljarða, þá þurftum við ekki að borga neitt af þessu. Er ekki hætt við að þetta mál verði líka þannig? Við teljum reyndar að þegar það liggur fyrir niðurstaða Hæstaréttar í þessum 6 málum, þá ætti að vera nægjanlegt fordæmi til þess að bankarnir bregðast við, en auðvitað reyna þeir miðað við þá reynslu sem við höfum, þá eru þeir að tefja málið eins og þeir geta og leggja steina í götu okkar, og þess vegna verða allir lántakar að bregðast við og slíta fyrningu. Þá lántakar sem eru með lán og breytilegum vöxtum? Já. Og þetta eru svona háar upphæðir og þú telur að vera hærra heldur en 43 milljarðar. Við teljum að þetta getur verið bara tvöfalt sú upphæð sem við horfum til, en eitthvað náttúrulega getur fyrnst ef að fólk bregst ekki við. Og þá er þetta að tala upphæð sem að bankarnir hafi tekið af skuldurum sem eru ómálefnalegar hækkanir umfram það sem að eðlilegt má teljast út af aukinni verðbólgu. Umfram það sem löglegt og þess vegna er svolítið, þetta er runni þýfi. Má líta á þetta sem þýfi, falli málsvextir falli málin eins og dómar eins og við ætlumst til og teljum, þá má eiginlega líta á þetta sem þýfi og sem þeir tóku ófrjálsri hendi og eru þá að reyna að skila sem minnstu af því tilbaka til neytenda, sem náttúrulega alveg galið og alveg galið, og þetta er náttúrulega eins og þú segir með hópmálsókn. Lögin hópmálsóknir á Íslandi eru ágæt, en dómaframkvæmd er þannig að ef að málin er ekki alveg eins, nákvæmlega bara samkvæm, þá er þeim vísað frá. Og í þessum málin náttúrulega er fólk ekki að taka lána nákvæmlega sama degi, þetta er ekki nákvæmlega sömu skilmálar oft, þannig að það þarf að breyta líka lögum hópmálsóknir þannig að það virki í raun og séu þá líka fælingarmáttur fyrir fyrirtæki, þannig að þau séu ekki og það er náttúrulega galið að fyrirtæki hagnist á því að tefja mál eins lengi og þau geta. En Neytendasamtökin hafa bent á mikilvægi þess að breyta lögum hópmálsóknir. Já. Og þetta er svona dæmi það sem að maður myndi ætla að vera svona bara sjálfsagt mál til þess að bæta svona almannahag í baráttunni við sérhagsmuni, og þetta er svona víðast í kringum okkur og miklu betra. Hérna er þetta sérstaklega vont. Samt bara þingmennið bara náðu þess ekki gennum þingið. Okkur ekki. Það er bara meiri hagsmunir á móti? Það er greinilega miklir hagsmunir sem eru á móti þessu, en aftur eins og hvað var það raforku, þarna eru almannahagsmunirnir og rödd almannahagsmuna heyrist bara því miður ekki eins hátt eins og
rödd sérhagsmunana, við sjáum það til dæmis í afurðastöðva málinu, þar sem sérhagsmunirnir fengur bara að skrifa. Það rennur ekki ennum þingið, sko. Ég byrja að taka dæmi að þessu að sérhagsmunamál, þau bara renni ekki ennum þingið, en það bara virðist að vera þannig að ekkert mál sem tengist almannahagsmunum kemst ekki ennum þingið. Já, þú veist, einhverja bara eðlilega réttabætur, einhverju eðlilega vörð, til dæmis, við erum að taka skuldara í smálánunum, að þeir fá einhverja vernd, það dæmi að leigjendur fái vernd gagnvart okurleigu, bara allar svona réttarbætur sem eiga að bæta stöðu almennings gagnvart sérhagsmunum, það bara komast ekki í gegn. Það verður verið allan mörg þessara mála sem við erum með málaskrá bara sem og ég hitt þingflokkana á hverju ári. Allir segja bara já og amen. Fáum alltaf þétt handtak og Guðs blessun en síðan er svona var ekki spilaverki sem söngum emdirnar og nefndirnar. Já. Það kannski annað mál, það eru neytendasamtök Alþingis, það heyrið ekki alveg undir ykkur. Það er ekki gaman að fá þau hérna og fróðlegt. Takk kærlega. Bestu þakkir. En við setjum hérna áfram og reynum að skilja þetta samfélag sem við lifum í og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli er eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is